Komið aftur sæl. 18. myndbandið. Við vorum í síðasta myndbandi að ljúka við hérna að láta gameskipið okkar hérna deyja og okkur er búið að spila aftur sem við getum gert. Það er hægt að hérna gera þetta mun skemmtilegra, kannski að textin birtist ekki leið og við deyjum, kannski smá svona delay á því og við getum látið þá gameskipið okkar springa, einhver stór sprenging eða eitthvað slíkt. Fleira sem við getum gert, ég var að prófa að taka hérna hreyfa bakgrunnin þó svo að leikurinn sé hérna pásaður. Ég held að það gæti verið skemmtilegra. Sjá hvernig það kemur út allavega. Hér ef ég íta pásu þetta er kannski ekkert betra, en þetta er allt í lagi þegar það er game over, þá er kannski allt í lagi þetta hérna halda áfram að rúlla, en allavega mátti prófa. Það er að gera fikta í kóðanum frá mér eins og eitthvað eftir í hug og hérna lagfæra og breyta og bæta. En já, ég ætlaði að búa til núna einhvers konar stiku hérna kannski efst á skjánum og ég er að hugsa að gera það bara ef ég fer í hérna utils skrána munið þar sem við bjuggum til hérna fall sem sáum að birta text á skjánum. Ég ætla að gera með svipuðum hætti, ég ætla að kalla það bara draw shield eða draw hit points eða draw health bar eða shield bar eða eitthvað, þið ráðið hvað þetta heitir, og við þurfum að segja á hvaða yfirborð ætlum við að teikna þetta. Jú, á eitthvað svona surface sem kemur hérna inn sem verður þá hreinlega bara aðal glugginn okkar eða screen, alveg eins og við gerum hérna með draw text. Þá sendum við inn eitthvað yfirborð sem við ætlum að teikna textan okkar á. Svo sáum við þegar við notum draw text hérna í mainskráni, draw text, þá sendum við inn screen. Við munum hérna gera eitthvað í þessum dúr, við munum bara segja hérna draw shield bar og segja við viljum teikna það á screen. Svo viljum við segja hvar við ætlum að teikna það, þannig að sendum inn hérna kannski 50,50 eða eitthvað, segja 50 frá vinstri hliðinni og 50 að ofan, kannski bara 20,20, sjá hvernig það kemur út. Og ég þarf líka að segja hvað ég er með mikið líf og það er þá spaceship.hp. Ég er að hugsa að gera þetta eingöngu ef að leikurinn er ekki game over, þannig ég hef það hérna inn í þessu else hérna. Munið þetta, ég teikna öll sprætin ef það er ekki game over og ég teikna þá shield bar ef það er ekki game over. Þannig að við sendum inn eitthvað surface, einhver hnit og hversu marga hitpunkta við erum með, eða hérna heilsustig eða heilsupunkta, hvað sem við köllum þetta. Þannig að þetta er surf og kemur pause og punktarnir. Nú ég er að hugsa að byrja á því að gera bara litin hérna, höfum bara grænan til að byrja með. Ég ætla að fikta í þessu eftir og ég ætla að segja hérna, ég ætla að búa til mynd, kallum hana bara image og hún er Pygame surface og ég var búinn að hugsa þetta eitthvað. Já, ég ætla að láta þennan myndflöt vera 200 pixlar á breiddina, 30 á hæðina og ég vill að hann sé, eða höfum hann svona til að byrja með, bara svo við sjáum fínt að rifja upp. Þannig er ég komið myndflöt og ég ætla að búa til eitthvað sem ég ætla að kalla health rect og það verður þá lífið, það verður bara svona grænn rétthyrningur
og svo ætla ég að kannski byrjum bara þannig. Health rect, það pygame.rect pause, komma 200. Ég ætla að fá að skrifa þetta og svo fara í gegnum þetta sinnum hitpoint deilt með 100,30. Svona gerði ég þetta. Ok, hér ég búið til nýjan svona rétthyrning. Hann með þessi hnit, þar sé að þetta hérna sem að ég sagði að væri þá 20,20. Þannig að ég búið til rétthyrning sem að efra vinstra hornið hans í 20,20 og hér þá breiddin á honum, hún 200 sinnum hittpunktanir, hérna hittpunktanir. Þannig að, og ef þeir eru 100 í upphafi þá þetta 200 sinnum 100 deilt með 100. Þannig að þetta verða 200 pixlar. Segjum sem svo að hittpunktanir séu bara 50, ég sé búin að missa líf, þá þetta orðið 50 deilt með 100, þá þetta hálfur. Þannig hér ég þá með 200 sinnum hálfan, ok, það bara 100. En hæðin á þessum rétthyrning alltaf 30. En ég sem þetta skala breiddin á honum til með hittpunktunum sem ég á eftir. Þannig að ef ég á 100 hittpunkta eftir, þá verður breiddin á þessum rétthyrningi 200 pixlar. Ef ég á 1 hittpunkt eftir, þá verður breiddin á þessum rétthyrning bara 2 pixlar. Svona, síðan ætla ég að segja pygame.draw. Ég ætla að teikna hana rétthyrning sem ég var að búa til. Ég ætla að teikna hann ofan á þetta. Hvað var ég að hugsa? Þarf ég þetta image kannski ekki? Ég ætla aðeins að geima það. Ég ætla að teikna hana rétthyrning ofan á þetta yfirborð, þetta surf. Svona. Já, ok. Prófum þetta. Ég ætla að teikna hana á þetta surf og síðan segjum við litin. Ég ætla að setja hennar lit, hennar græna lit sem sagt. Og hversu hérna þetta aðferð sem teiknar rétthyrning og þetta rétthyrningur sem ég vil teikna. Ok, teiknaði þennan rétthyrning sem svona stór og með þetta efra vinstra horn ætla að teikna hann grænan ofan á þetta. Svona vistum þetta, förum í mainskrána og sjáum hvað þetta virki ekki bara. Nei, grænt ekki skilgreint. Ætli settings skráa mín, förum í hana. Jú, það skilgreint. Hvað klikkar? Já, ég gleymi bara hér að gera from settings import stjarna. Ég þarf alltaf að ná í allt úr settingsskráni til þess að geta nota grænan hér. Heyri, main, gerum þetta. Sáuðu þetta? Fylgist ég með hérna efra vinstra horninu. Þar ég þá að teikna grænan rétthyrning. Og ég alltaf að missa líf þannig að hann minnkar og minnkar. Ég ætla að taka tónlistina hérna burt, mér finnst hún aðeins trufla mig. Bara kommenta hana út. Ok, gerum þetta aðeins meira töff hérna. Þetta þá þessi hérna rétthyrningur sem mun vera grænn. Ég ætla að búa til annar rétthyrning sem heitir health, ég var að kalla það health frame. Ég ætla að búa til svona ramma utanum þennan græna og ég ætla að hafa þann ramma hvítan og hann, ég ætla alltaf að hafa hann 200 pixla á breidd. Þannig að ég get gert Pygame draw rect surf hérna ætla ég að setja white og
hérna þá health frame. Svona. Ok, já, hann þá alveg hvítur. Ég teiknaði, það vitið því, ekki vitið því sem ég gerði, en ég teikna hérna hvítan ramma ofan á hinn. Það sem ég gleymdi að segja hérna, ef við förum hérna aðeins í handbókina, Pygame draw rect, við getum sett hérna eina svona færibreytu í viðbót, eða eitt viðfangi viðbót kallast það, og hérna sem segir hversu þykkur rammin á að vera, og ef ég set ekkert hér þá fyllir hann út í ramman með hvítum, en ef ég segi hérna til dæmis 2, þá þýðir að rammin 2 pixlar á þykkt. Tökum á þessu. Sáðu þetta, hann fá við hvítan ramma og hann ekki að minnka, og svo þarna grænt inn í honum, og þetta hérna dálítið gegnsætt. Eins og þið sjáið, þá sést hérna gameskipið þarna á bakvið. Ok, ég ætla að gera smá meira. Ég að hugsa sennilega þegar ég bjó þessa breytu til þessa image breytu, þá var ég að hugsa eitthvað annað. Ég hugsa að sjá hvort að ég get ekki klóra mig fram á þessu. Það sem ég hugsaði upphafi og svo hefur hún hangið þarna inni á þess að ég nokkuð gert við hana. En ég ætlaði sennilega að teikna, ef ég set, ég ætla að segja hérna, þessi hérna rekt á að fá hniti 0,0. Þessi rekt á líka að fá efra vinstra hornið á að vera í 0,0. Ég ætla að teikna það á báða ofan á þetta image hérna, ofan á þennan. Þannig að hér ég með einhvern myndflöt. Já, ég ætla að teikna þessa 2 rétthyrninga ofan á þennan myndflöt. Annar verður grænn, hinn verður hvítur. Hér ég að nota þessa rekt til að staðsetja það og segja hvað eru stórir. Síðan ætla ég að teikna þetta image, ég ætla að segja surf.blit image, pose. Ég tek þetta yfirborð, teikna hún á það, þessa mynd með þessa staðsetningu. Þetta þá önnur leið, sennilega sjáum við engan mun, já nema þetta verður sennilega ekki gegnsætt, sjáu þið. Tóku eftir því að bakgrunnurinn á myndinni hérna svartur, þannig að ég sé ekki gameskipið í gegn núna. Kannski kjósum við að hafa það þannig, eða við getum farið hérna í hérna surface hérna, pygame.source alpha, sjá hvort þetta dugi, kannski ekki. Jú, hann þetta komið. Þá ég bara að segja, já, þetta image hérna. Þetta image verður þá notar svona gegnsæja pixla. Heyri, eitt en þetta hér. Ég ætla að láta hann lit breytast. Ég ætla að láta hann vera grænan ef ég á fullt á lífi eftir. En svo, hérna, svo breytist smátt og smátt yfir í gult og yfir í rautt. Og ég get gert það, held ég svona. Ég var eitthvað búinn að fikta í þessu. Ef ég geri hit points deilt með 100, þá fæ ég, þú veist, hérna koma inn einhver heilsustig sem ég á eftir, mesta lagi 100, í minnsta lagi 0, þannig að þetta verður tala á bilinu hérna 0 til 1, og ég ætla að margfalda það með 255, og það græni liturinn.
rautt, grænt, blátt, svona. Þannig að ef ég á mikið líf eftir HP, þá er þetta 1, eða ef HP er 100, þá er þetta 1 og þá verður þetta 255, þannig að ég er með mikið á grænum. Ef þetta er hins vegar orðið 0, þá er þetta 0 og 0 sem 255 er 0, já þá er ekkert á grænum. Ok, þannig að græni liturinn er mestur þegar ég á mikið líf, minnstur þegar ég á lítið líf. Með rauða litinn, þá ætlum við að gera þetta aðeins öðruvísi, þá ætlum við að gera HP deilt með 100, 1 mínus það, 1 mínus, þannig að þetta verður 1 mínus 1 ef að ég á mikið líf. Ok, og sinni 255. Þannig að ef að ég á mikið líf eftir, þá er þetta eiginlega 0, þannig að þetta verður eiginlega 0, þannig að það verður lítið af rauðum. En eftir því sem þetta verður minnitala, sem þetta sé fara að nálgast 0-ið, þá er þetta fara að nálgast 1 heilan, þannig að þá er þetta heil sinni 255. Þannig að ef ég á lítið líf, þá er rauði liturinn farin að verða ráðandi. Ég var að sjá hvernig þetta kemur út. Sjáu þetta, ég með grænan og svo núna ég er að missa svo mikið líf í einu. Veistu, ef þið viljið þetta taki smá tíma, kannski segjum við hérna bara, ég ætla bara að missa 5 hitpunkta í einu eða eitthvað. Það breytist úr grænu yfir í, þetta er frekar svona dökkgult eða eitthvað grænt frekar ljótt. Væri kannski hægt að gera einhverja aðra formúlu en svo smátt og smátt þetta verða rautt hérna komið að hættusvæði. Heyriði, ég held að ég láti þetta vera síðasta myndbandið og svo fyrir að gera einhvern allt annan leik sem mun reyna á svipaða hluti en líka margt nýtt. Hvað ætlaði að segja? Já, nú er komin tíma að þið farið að bæta einhverju við þetta, til dæmis svona einhver power-ups, þannig að þegar þið skjóti loftstein þá sé kannski einhver möguleiki á því að það verði til eitthvað power-up sem þið getið flogið á og þá farið þið að skjóta öðruvísi eða fáið hitpunkta eða eitthvað í þeim dúr. Kannski viljið þið bæta við þannig að þið getið skipt tónlist, kannski viljið þið bæta við einhverju þannig að þið eigið nokkur líf, þar sé ekki bara hitpunkta heldur líka nokkur líf og það er allskyns hérna möguleikar. Þið hugsið það bara í róleitunum þegar þið eru búin að fylgja þessu. En við skulum hætta hér í bili. Takk.